Já, hönnun hússins náttúrulega sprottin af alls konar hugmyndum og staðreyndum sem umkringja þessi starfsemi hér. En eitt kannski það sem mótar þessa byggingu meira en aðrar svo staðreynd að hún stendur nákvæmlega á þeim stað sem talið að land hafi verið fyrst numið á Íslandi. Og það svolítið merkileg tilviljun og hér á þessu stað var athafnasvæði landnámsmanna. Alveg eins og hér verður miklar athafnir innan hús núna á okkar tíma. En húsið dregur svolítið heima að þessu og það eru margar tilvísanir í þetta. Ekki bara í gegnum fornleifarannsóknina sjálfa sem átti hér stað 2008 til 2013. Það sem var grafið niður í gegnum mörg gosöskulög og bara niður á landnámstíman. Og jáfnvel fyrir þann tíma sem landnámar talið hafi verið, alveg til 850. En þessi lög í gegnum tíman koma hér upp aftur í ytra útliti hússins. Af því hér eru lögin í steinbergtegundunum áfram upp húsið. Lögin sem halda áfram í gegnum tíman sem ekki orðin og við vitum ekki hvernig verður. Hér voru menn ástunduðu mikla sjálfbærni, þeir voru mjög flinkir. Þeir lifðu góðu lífi hér fyrstu 150 árin. Áður en fóru að ganga á skóan og slíkt. Þannig að það eru mjög margir hluti sem við getum lært af því sem á undan gengið. Það steinkápan hér utan og gerðu 6 bergtegundum sem koma frá mismunandi stöðum í landinu. En það mikilvægasta við steinin það að hann hvergi tekinn úr ónumdu landi. Þetta allt frákast steinn, eitthvað sem hefur skilið eftir í fyrri námagreftri eða nýtt í flóðvarnir, vegagerð slíkt. Það ekkert landbrot, engin náttúra skemmd til þess að ná í þetta. Það eiginlega svolítið mottóið í þessu. Það ekkert hér sem tekið nýtt eða skemmt. Þetta allt nýting á gömlu efni sem menn höfðu hent frá sér og ekki átta sig á að væri í rauninni hráefni. Og það svolítið gegnum gangandi þráður í þessari byggingu. Og í vinnslu þessi stein mjög mikilvægt að hugsa þegar við saga svona klæningar það afkast af stein, það ytri hluti af bergið og hann var notað til að búa til gólf í nefndasal hér á jarðhæð. Så det ekki bara til að hafa nýting af hvernig einasta 5 metra á húsið, við líka með nýting á hráefni sem fer í húsinu. Svo þetta allt komið ykkur þar að mjög ólíkum stöðum en kemur svo saman hér í eina kápu.